Þá komið að pallborðinu og umræðustjóri Bjarni Diðrik, prófessor við Landbúnaðarháskólann Íslands. Gjörðu svo vel. Já, ég get víst ekki sagt borgarstjóri lengur Akureyrar, en kæru félagar, kæru vinir. Nú erum við búin að sitja hér í allan dag og hlusta á mjög fróðleg erindi og það alltaf gaman. Ég búin að sitja í undirbúningshópi eða í skipulagsnefnd fagráðstefnunnar í nokkuð mörg ár og við erum alltaf að búa til nýja ráðstefnu og núna að þá vildu við svolítið horfa á stóru málin og ég stel glæru frá honum Palla. Þetta svona verkefnakeðjan í skógræktargeiranum og við erum mjög oft, og sérstaklega á Íslandi, því að við erum skóglítið land, alltaf að hugsa nýskógræktina og pota plöntum og láta þær lifa og svo framvegis. En í þetta skipti að þá vildum við horfa alveg á hinn endan. Við erum á leiðinni þangað, við erum að komast þangað, við erum byrjuð. En við byrjuðum ekki fyrir eftir efnahagsáfallið 2008 og við erum bara að taka fyrstu skrefin og við vildum með þessum degi í dag reyna að horfa svolítið fram á við. Við erum að tala framtíðina, við erum ekki alveg þarna ennþá og þetta gríðarlega mikilvæg umræða að taka í dag. Nú erum við farin að taka efni út úr þessari náttúrulega auðlind og það alltaf til komnar tekjur. Og þá kemur að þessu til að halda umhirðunni og hringrásinni, þá þurfum við að vera með sjálfbær kerfi eins og Erling var að sýna okkur hvernig gert í Noregi, þar sem við látum í rauninni kerfið fjármagna og hvetja til að sjálfbær skógrækt sé stunduð áfram. Skiljiði. Mér var falið að vera pallborðsstjóri núna og ég ætla að pína þetta fólk mjög mikið. Ég hef 45 mínútur til þess og allir sem þekkja mig vita að ég var mjög gaman að því. En ég ætla líka að reyna að gefa ykkur tækifæri til að taka þátt í samtalinu. Ég ætla samt að byrja með þeim og svo mun ég gefa kannski tækifæri til að fá svolítið viðbrögð úr sal. En áður það fyrsta sem ég ætla að fá þau til að gera að hvert og eitt að þau sátu hér öll með okkur í morgun. Þau fluttu erindi. Þeim var mjög létt þegar þeim var búin að flytja sitt erindi. En ég vil spyrja þau hughrif. Hvað annað erindi kveikti einhverja hugmynd? Hvað var? Hvað neistinn? Hvað ljósaperan? Og meðan þau hugsuðu þetta, þá vil ég renna bara yfir hverjir eru búin að vera með okkur hér í morgun. Og það byrjaði með Ásthildur kom og setti ráðstefnuna og það sem ég tók með mér heim frá henni Akureyrar borg. Og borgin í skóginum. Svo kom Ágúst sem við erum búin að tína úr hestaréttinni. Hann þetta getur Ísland. Þetta getur það. Þetta var mjög flott. Arnór kom, vaxandi víðarmagn. Nú munum við þetta að eilífu. Vaxandi víðarmagn, 1.000.000 rúmmetrar. Og það verður margar milljónir eftir 10 ár. Palli kemur og hann var að segja okkur í rauninni þetta skipulagsmálin sem eru ákveðin áskorun og hann segir við þurfum, það lykilatriði fyrir okkur núna að átta okkur á því að lykilhagsmunaaðilar í skógrækt eru sveitarstjórnir. Þeir hafa eggið í hendi sér. Það eru þeir og þau sem gefa framkvæmdaleyfi. Það gerist ekkert nema við getum sýnt fram á það að við erum að gera hlutina það vel að við fáum framkvæmdaleyfi.
Og það rímar við mjög margt sem hefur komið hérna. Við þurfum líka nefnilega að vinna með sveitarstjórnunum. Ég verði eiginlega að bæta einum frummælanda við í listan. Hún var ekkert á dagskrá, en það Auður. Við fengum alveg heilan fyrirlestur Heiðmörk. Og síðan kemur Hrefna með skógarumhirðuna sem kostar. Og svo eigum við öll að stoppa og hugsa það fjárfesting í framtíðinni. Trausti, hann kemur líka og segir þetta flott, þetta æðislegt, þetta tæki og þetta kostar. Og hann segir sko, en það markaðurinn sem það að borga. Við þurfum að selja góða skóginum til að fá tekjurnar til að geta gert þetta. En við þurfum samt að vera að byrja að undirbúa og skipuleggja það frá degi 1 þegar við erum að skrifa framkvæmdaleyfið. Og það rímar svolítið vel síðan við Erling sem kom og sýndi hvernig í Noregi þeir eru með kerfi þar sem í rauninni tekjurnar eru teknar frá og látnar borga á þann hátt að það er hver skógareigandi heimskur sem ekki nýtir sér skattaafsláttinn og fer í umhirðuna. Og þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Við þurfum að mennta líka, við þurfum að vinna ekki bara með sveitarstjórnunum, heldur það er bara tímaspursmál hvenær taxmann fattar það að það er verðmæti, við erum búin að vera að tala hversu verðmæti þessi auðlind þau með engin segja taxmann frá þessu. En það er bara tímaspursmál náttúrulega og það eru þarna komið tekjur inn og þá þurfum við að fara og gera þetta kerfi. Daði Már kom og sýndi okkur það að tekjurnar sölutekjur af skógargeiranum eru rétt tæpur milljarður, 943 milljónir. Það er bara 1% af vergri landsframleiðslu, en það er 0,02%, en það er samt bara 1% af heildarvirði skóganna þegar það voru teknar inn aðra nytjar af skóginum, heldur bara sölu hagnaðar af timbri og öðrum afurðum. Og ég held að Daði hafi kveikt í okkur og sýnt okkur mjög vel fram á það hversu mikilvægt það er fyrir okkur sem geiri að ná saman svona upplýsingum fyrir skógageirann í heild og ekki síst fyrir Palla svo hann geti sýnt sveitarstjórnarfólkinu það. Jóngeir fór yfir það að við áttum auðlind, við nýttum hana og við töpuðum henni, við erum aftur búin að fá auðlind, við erum að byrja að nýta hana. Munum við tapa henni? Já, sko, við verðum bara að tryggja sjálfbæra skóganýtingu og til að nýtingin sé sjálfbær þá þarf að vera skipulagskerfi sem tryggir það að við séum að gera hlutina rétt. Og og það rímaði mjög vel þá við það sem að kom á eftir. Ég er búin að tala nokkuð sem Erling sem ekki með okkur frá Noregi. Mér fannst það persónulega, það var, flókið, enska sem var ekkert alveg á allra hugtök í skattarétti sem var ekki alveg á allra hæfi, en gríðarlega mikilvægt erindi held ég á þessum tímapunkti að fá hér inn, að því við erum að stíga inn í tekjur síðan á skógræktinni. Úlfur kemur svo með gæðastjórnina og hún var aðeins fótaskortur á tímastjórninni þannig að hann náði eiginlega ekki að segja okkur að það er byrjað að undirbúa að vottunarkerfið Forest Stewardship Council verði tekið upp á Íslandi sem er lykillinn að því við getum reyndar selt skógarafurðir úr skóginum okkar. Og það er gríðarlega stórt skref og það verður bara gert fyrir á landsvísu og það verður skógargeirinn og stærsta stofnunin í skógargeiranum að leiða. Og ég er mjög ánægður að sjá það. Síðan kom Þorlákur og hann talaði mjög fróðlegt erindi, talaði meðal annars vísindaauð sem var áhugavert og þetta er gríðarlega mikilvægt mál fyrir okkur öll, við vitum það, við erum ekki bara foreldrar og afar og ömmur, heldur
þessi börn verða sveitarstjórnarmönnum, Palli. Þannig að þetta náttúrulega lykillinn. Og síðan með hugmyndirnar á lokaglærunum fannst mér alveg frábærar og ég veit að hann Óli Oddsson sveif hér yfir okkur og grisja skóga í þágu náms í náttúruvísindum, sko. Bara let's do it. Og lokum þá náttúrulega var hinn fundarstjórinn, hún Þorveig, ég var búinn að biðja hann að segja Kjarnaskógur 10 sinnum, hún gerði það ekki. Hún bara fekk þetta brekkugerði stelpan. Gjörðu svo vel, Gústi mín. Þannig að ég ætlaði í raun að byrja á ykkur og biðja hvert og eitt ykkar, þeir eru með mikrofón, þeir eru live. Ég varpa hugmynd eða spurningu til ykkur hughrif. Hvað það hjá öðrum fyrirlesum sem kveikti svona eitthvað? Og við byrjum bara á þessum enda. Jón Geir. Ok, byrjum við. Nei, hann kveikt. Þetta on. Ok, þið eruð í mér. Sko, það sem mig langar til þess að gera að sá sem stýrir umræðunum alveg nú rétt búinn að fara mjög vel yfir öll þau erindi sem voru flutt í morgun og dag. Og hughrif varðandi eitthvað eitt ákveðið kannski, mig langar aðeins til þess að snúa út úr spurningunni, ef ég má. Hann prófessor í Háskóla Íslands þessi. Mig langar til þess að bæta við að mér finnst það hafa einhvern veginn gerst hér í dag að það búið að stilla þessum erindum þannig upp að eitt tekur við af öðru og mér finnst einhvern veginn í þessu samhengi sem þú nefnir, Bjarni, hvert íslensk skógrækt að þróast og hvert hún komin. Þá finnst mér einmitt þessi uppsetning eins og þið hafi haft hérna núna hafi verið alveg gríðarlega fróðleg. Ég auðvitað gamall gróinn úr skógarheiminum og hefur verið mörgum alls konar skógartengdum fundum yfir 30 ára tímabil, eitthvað nú eitthvað hvað og hef svolítið fylgst með hvernig þessi umræða að þróast og ég held að þessi bara spot on eins og mér finnst þetta hafi verið skipulagt þetta í dag, varðandi það að horfa fram á veginn. En neistinn sem ég langaði til þess að koma inn á, af því ég held að það hafi verið þessum múst að fiska eftir sérstaklega Bjarni, hann eiginlega dálítið meira þangað sem ég að horfa núna. Vegna þess að ég, eins og ég kom aðeins inn á, með sérhæfingu í stjórnkerfum og stefnumótun og öðru slíkur á sviði umhverfis- og auðlindamála. Og það til dæmis sem þið eruð að fjalla hér í dag eru mál sem að gjarnan í öðrum geirum heldur en í skógargeiranum væri kannski bara umræða með sérfræðingum eingöngu. Þið sem eru hér eru úr háskólaumhverfinu, fagstofnunin Land og skógur, það skógræktarfélags áhugafólk, það skógarbændur, haghafar, það allt, það eru öll flóra haghafa sem að skógarmálin varða. Og ykkur auðnast að tala þau mál hér á jöfnum fæti með öllum sem máli varða. Það ekki eins og oft í sumum geirum að það sérfræðingurinn sem að tala við þann sem ekki sérfræðingur. Úr því verður oft erfið valdahlutföll, skiljiði. Ég kann, þú átt að hlusta. Þið eru ekki að nálgast að það til, ég veit ekki hvað fallega íslenska heitið yfir inclusive. Þetta miklu skilvirkari leið og það miklu meiri líkur á því að íslenskri skógrækt auðnist að þróa sinn geira í átt að sjálfbærni ef ykkur tekst að vinna svona að því eins og þið eru að gera hérna í dag. Og svo veit ég að þá að drekka bjór í kvöld ef við erum farnir og þú veist, þannig að það eiginlega neistinn sem ég langaði til þess að nefna í þessu samhengi, þá ég ekki gera lítið úr því að það hefði ekki verið flott erindi hjá samsækjumönnum hérna, en þetta finnst mér að þið að vera meðvituð, því þetta ekki sjálfgefið, það geti virkað svona og þetta gríðarleg auðlegð sem að íslenski skógargeirinn býr yfir og þegar þið halda fram að hagnýta ykkur það, þá þessi framtíð sem að þú ert að boða, Bjarni, bara björt. Úr bjartri framtíð í... Já, ég skal reyna að gera eins og ég beðinum en ég vil fá svar við einni spurningu. Hver
ákvað nöfnin á erindunum af því að við komum hérna hvert á eftir öðru og viðurkenndum að við hefðum ekki fengið að ráða titlunum, sko. Sko, það ein manneskja sem núna ekki ber neina ábyrgð lengur. Hún heitir Edda Sigurdís Oddsdóttir. Var það hún sem hún allt henni að kenna. Já, ok. Það því að ég hefði gjarnan viljað sko segja að mín hughrif eru henni að þakka vegna þess að ég hef aldrei, held ég áður verið á ráðstefnu þar sem að ég fengi úthlutað titli og hefði getað gert hvað sem við hann og allir hinir fengi úthlutað titli og hefði getað gert hvað sem við hann. En svo verður úr þessu ein samfelld saga og þetta var mjög áhugavert og ég held meiri sig að nokkur okkar nefndum sérstaklega að við vissum ekki hvað við ætlum að gera úr þessu en svo verður þetta sem ein saga og þetta svona, þið vitið hvort þið þekkið kaosteoríuna sko fiðrildið sem blakar vængi í Kína og veldur stormi í Texas að einhvern veginn tókst henni að blaka vængi og úr þessu varð heil saga og ég er mjög einbúinur við því en ég verð samt að segja að Hrefna, Páll og Trausti sko valda mér hughrifum og kannski líka spurningarnar hennar Hrefnu sem voru svona alla framtíðar miðaðar og ég held að hafa nú verið viljandi af því að þú nefndir það nú sérstaklega að þið vildu horfa fram á veginn og líka vegna þess að ég held að Geiri standi frammi fyrir gríðarlegum tækifærum akkurat á þessum tímapunkti af því að núna bæði komið að því að grisja marga af þessum skógum sem hafa verið að verða til og ákveða eins og Hrefna kom inn á hvað verður úr þeim, hvað verða þeir verða stórir eins og Spilverk þjóðanna sagði hérna einhvern tímann og þá held ég að sé líka rétti tímapunkturinn til þess að fara aðeins yfir hvað það sem að þessi skógar þýða fyrir þjóðina og Áslaug kom hérna svo vel inn á í upphafið þegar hún var að tala af hverju Akureyri er svona frábær. Ég vísu býr í Reykjavík og bróðir minn býr hérna í stundum hérna og ég veit ekki alveg hvort mér finnst Akureyri er alveg svona frábær en ég get alveg tekið undir að mín reynsla úr efri byggðum Reykjavíkur að gróðurinn hefur haft bara gríðarlega mikið að segja. Ég lendi hérna á spjalli í kaffinu við einn Árbæing, ég er líka Árbæingur sem talaði það hvað veðrið í Árbænum hefði batnað mikið og við teljum það sjálfsögðu allt saman skóginum að þakka. Og það eru þessi tækifæri líka sem þarf þá að taka inn í myndina þegar við hugsum það hvernig þessi auðlind þróast inn í framtíðina. Þakka þér fyrir, Daði Már. Við getum sagt að sumuleyti glögg eru gests augun og þriðji gesturinn sem kemur hér svolítið utan úr hérna altóminu. Það verður gaman að heyra hvað þér finnst þetta, Þorlákur. Já, hughrifin voru þau, ég kannski fyrst að segja ykkur að ég var nú alls ekkert beðinn að halda erindi hérna. Ég bauðst til að halda 2 og Brynjar samþykkti annað. En hughrifin eru þau, hvað það var auðvelt að tengja þennan þráð sem hér hefur verið lýst í gegnum erindin. Það byrjaði með hvatningaræðu sem nákvæmlega það sem við þurfum á að halda og þessi 92%, það var menntun var þar 1 orð af 3 sem að dekka þau og Páll sýndi okkur fagmyndir, þetta nákvæmlega það sem nemendur þurfa að sjá oftar, fagmyndir, hvað segir þetta og hvað getum við gert úr þessu. Hrefna nefndi þessa tilgangsgrísjun sem einmitt það sem ég held að við þurfum og Trausti var með marga punkta yfir hvað skógurinn fyrir okkur og tækifærið ætti að vera eitt. Það nú Anna Guðmundsdóttir búin að segja mér frá því hvernig í Eyjafjarðarsveit í reit sem að ég hef fengið að skoða að þar sem að beinlínis verið að gera þetta og að reyna að kenna nemendum á staðnum og svo framvegis sko. Það verið að tala sjálfbærni sem þessi vísindalega sjálfsmynd sem þarf einhvern veginn að rækta að það sé ekki bara smekksatriði sko. Hvað hvernig heimurinn það ekki bara minn smekkur hér og nú sem segir það. En svo erum við komin út í skatta- og gæðastjórn og þá gef ég boltan bara áfram. Já, Ágúst, sko, fyrirmæli voru að þið áttu að lýsa hughrifum og allavega einu neista sem hefði kviknað og hlusta ekki á einhver sjálftala, eins og ég gjarnan geri, heldur einhvern annan. Hvað það? Nei. Jú, mín hughrif, þau eru bara mikil og mörg.
Ég til dæmis ákveðlega stoltur af öllu þessu fólki hérna mér á vinstri hlið hérna sem kemur frá stofnun sem heitir Land og skógur sem flutti öll sem mjög góð erindi og það vakti mikil hughrif hjá mér. En svo var það bara með allt hitt líka. Mér fannst þetta alveg ótrúlega bara fróðlegt og magnað og eins og alveg eins og þeir að segja þetta var í svo flottri röð að maður einhvern veginn fekk bara svo góða einsýn í þetta allt saman. En það þýðir ekkert að segja manni að þetta var allt verið eins sko. Því að það var eitt sem að svona sérstaklega kveikti í mér. Ég vil samt nefna PISA og svo börnin og grunnskólinn og við verðum að gera betur og við getum gert betur og það er eitt af hlutverkum okkar alveg örugglega að stuðla því. Og svo ætla ég líka að nefna það því þú varst að tala um hana Eddu og hún var að búa til þess að titla handa fólki. Veit hvernig titillinn á mínu erindi var áður en ég sá það í fyrsta sinni. Ágúst, þú átt að tala um land og skógur. Hvað ætlar land og skógur að gera fyrir íslensku skógarauðlindina? Mér fannst þetta á landi. Mér fannst þetta aðeins á langt þannig að þetta endaði bara í auðlindin sko, eða skógarauðlindin. En það er vel haldið utan um þetta, Edda, frábært. En það sem kveikti í mér sérstaklega, það var þessi hugmyndum að við myndum bara fara í það að verðmeta virði íslenskra skóga. Virði íslenskra skóga. Ég held að það sé í rauninni mjög mikilvægt að gera það og kannski er þetta að læra þessu og kannski er einhver aðferðafræði hérna í loftinu sem við getum hérna unni með og þar er hægt að vinna með mörgum stofnunum sem hér eru hérna eiga sína fulltrúa. Það er hérna 3 prófessorar sem þú bara halar í málið. Já. með hérna í góður hópur sem heldur utan að það getur örugglega svarað áhugaverðum spurningum fyrir Íslendinga. Hrefna. Já, ég ætla að byrja að segja að ég var ægilega ánægð þegar Ágúst talaði um að þetta verkefni Skógrækt á lögbýlum væri ákveðið flaggskip, þannig ég lyftist aðeins í sætinu og svo fór hann að tala um að íslenska skógarúttektin væri flaggskip og þannig að ég er svona aðeins komnir á jörðina aftur en þetta var gaman hægt í nokkrar sekúndur allavega. En ég bara, hughrifin mín var, mér fannst þetta er svo aðrir þessi samfella en þess sem að ég sko sit eftir með, það er bara, það er sko verk að vinna fyrir okkur. Þannig að það er eiginlega hughrifin hjá mér núna, það er sko bara allt sem að tínir úr þessum erindum eins og með þetta nýtanlega timbur til dæmis, hvar það er og hvað er hægt að gera úr því. Við þurfum einhvern veginn að gera eitthvað með það. Samtal við sveitarfélögin, það er eitthvað sem ég reyndar er búin að vita af. Ég verandi sjálf við sveitarstjórn, þá get ég bara leyft mér að fullyrða það að það er sko fullt af sveitarstjórnarfólki sem bara veit mjög lítið mjög mörg málefni. Það er 60% endurnýjun. Ég bara tala á reynslu, ég ætla bara að vera auðmjúk með það. Það er 60% endurnýjun við hverja kosningar. Þannig að það þýðir að við þurfum að koma inn aftur og aftur og aftur og fræða og eiga þetta samtal. Og eins með gæðastjórnuna sem Úlfur talaði um. Mér finnst við erum búin að fara í ákveðna naflaskoðun á mínu sviði varðandi gæðastjórnun hjá okkur og hvaða verklagsreglur við ætlum að vinna eftir. Þannig að nú er bara komið að bregðast við. Hvernig ætlum við að bregðast við ýmsu sem við höfum kannski verið að gera vitlaust eða getum verið að gera betur og það bara kemur inn á fjölmarga þætti. Og svo náttúrulega þessi fræðslumálin öll og að þegar var verið að tala um þetta líka bara vinnu með skólunum, þá langar mér að nefna, þá bara rifjaðist upp fyrir mér að við sveitarfélögin í Skagafirði sem þá voru 2 og grunnskólinn í Varmahlíð og skógarbændur á Silfurhólsstöðum, við sóttum styrk í uppbyggingarsjóð Norðurlands vestra fyrir nokkur ár síðan, 3-4 ár síðan, þar sem við sóttum verkefni, við ætlum að fara í reitin í Varmahlíð, fræða krakkana í skólanum, við ætlum að fara og grisja og segja þeim af hverju við varum að grisja. Svo ætlum við að leyfa þeim að taka þátt eins og hægt væri í því, bæði fyrir og eftir og vinna síðan, bara saga úr timbrinu og var þetta að smíða bekki og borð, þannig
en við fengum ekki styrk þá. Fenguð ekki styrkinn? Fengum ekki styrk, þannig að þetta datt aðeins við fyrir. En augljóslega hægt að gera mikið meira af þessu til þess að tengja krakkana beint við það sem fyrir utan dyrnar á skólanum. Þannig að, já, og svo auðvitað þetta með hvers virði eru skóarnir. Þetta bara rosalega spennandi verkefni, þannig að vonandi náðu að fara þetta. Þú heyrið þá, Þorlákur, þetta allt í undirbúningi. Arnór, hughrif, neisti. Já, það sem kannski kveikti mest í mér þessi þráður sem myndaðist og þessir tveir prófessorar frá HÍ, hvernig þeir voru eiginlega mjög tengdir við það sem við vorum að hugsa og gera líka, Og mér veist það sem eiginlega stendur upp úr það að við verðum að leggja mikið í að reyna að finna út félagsvirði skóga á Íslandi. Og það snýr mest af þessum skógum sem voru búnir til upp úr 1990, það þessir þéttbýlisskógar sem víða land. Og það væri alveg að gera rannsókn á mörgum slíkum skógum og komast bara hreinlega að því hve mikið svirði þeir eru og kynna það rækilega fyrir sveitarfélögum. Ég held að það skipti verið máli og það hægt að vinna þetta við og ég segi það bara gagnagrunnur, gagnabanki íslenskara skógræktar, hann öllum opinn og fólk á bara að biðja að komast í hann og við erum með sérfræðinga sem eru núna þjálfaðir í því að ná út gögnum úr þessum gagnagrunni á frekar stuttum tíma. Þannig að endilega komið með allar hugmyndir og við tökum þátt í að búa til svona fín rannsóknarverkefni. Ég sé það að við verðum tilbúið með rannsóknaráætlunina þegar við komum fyrir enda borðsins. Palli? Já, afskaplega ánægjulegt að finna þennan þráð svona sýnilegan og sjá hann bara frá því í morgun og allir núna á milli þessara erinda, mjög gaman að fylgjast með. Það sem kannski mér þótti ánægjulegast að heyra og skemmtilegast var það nú kannski vegna þess að kallaðist á við það sem ég sagði. Það var það sem Þorlákur endaði á að fræðsla og til í skóla og bara til almennings skiptir gríðarlega miklu máli og þetta alveg hárrétt hjá Bjarna að þessi börn sem ekki vita neitt verða svo seinna sveitarstjórnarmenn og annað meira. Mér langar kannski að mér tókst í mínu eigin erindi að nefna Framsóknarflokkinn. Nú langar mig að nefna hitt sem liggur mér oft á tungu, það landbúnaðurinn. Ég held að við getum lært mjög margt af þeim geira. Okkar geiri bæði líkur og ólíkur þeim geira. Og landbúnaðurinn hefur svolítið lent í því að þetta var hér alltumlykjandi og hvað gerist nú? Það afskaplega fátt fólk sem hefur klappað kú eða tekið í horn á kind og við verðum að passa okkur á því að vera eins langt frá þessu og hægt vegna þess að þetta skiptir miklu máli upp á almenningsálit, fjárveitingar og allt sem af því leiðir. Já, takk. Jæja, Úlfur, nú ert þú búin að fá langan tíma til að hugsa. Neistinn orðinn stór. Nú bara við trausti eftir og þá fyrir þetta svolítið að finnast. En það sem að mér þótti nú svona hafði mest áhrif á mig í fyrirlestunum voru myndirnar. Það alltaf svo gaman að sjá fallega myndir af stútungstrjám og myndirnar segja oft mikið innihald fyrirlesturs og innihald fleiri hluta, eins og ég kaupi stundum bækur bara út af kápunni. Ég kaupi rauðvín bara út af miðanum. Og það oft mikið að marka þá. Og svo var ég líka hrifinn af lokaorðunum sem að minni mig á að ég komst ekki í að segja mín. Og ég nefnilega orðið nokkuð samfærður að eftir svona spjall okkar sem að sömdum erindið sem ég flytti og fleira að við myndum græða heilmikið á því að stefna í vottun og vinna að því að
fá vottun og þessi verkefni sem að hafa farið í skógakolefnisvottun eru oft unnin svolítið öðruvísi. Þeir eru unnin svona markvissar og það eru verkefniseigendur að fjármagna þeir sjálfur. Þannig að það er svolítið annar stíll yfir vinnubyrðunum. Þakka þér fyrir, Úlfur. Já. The wise final words. Já, það bara þannig. Best for last, eins og ég segja. Nei, já, ég er búið að segja allt sem segja þar og búið að fara vel yfir þetta og ég er svona kannski búin að hafa lengsta tíma til að hugsa hvað ég ætla að segja og ég er náttúrulega vinn náið með þessu fólki næst mér, sérstaklega kannski þessum tveimur sem ég hitti daglega. Þannig að þrátt fyrir mjög áhugaverð erindi á þeim, þá finnst mér líka mjög gaman að heyra frá þeim sem eru utan okkar stofnunar hvað þeir hafa fram að færa og hvað er mikið að segja og ofboðslega áhugavert. En að því ég er búinn að hafa svona langan tíma að hugsa hvað ég ætla að segja, þá eiginlega hugsaði bara það sem ég hugsaði fyrst, það er hvað gerist eiginlega eftir 10 í Heiðmörk og hversu mikið virði væri það er reiknað inn í líka. Þetta er ekki miklu dýrara business. Já. Heyriði, þakka ykkur fyrir þetta. Þetta var svona til að fá aðeins kreista meira vatn úr klúbbnum. En ég ætla að gefa möguleika á spurningum út úr sal. En meðan þið gerir ykkur klára rétt upp hendi, að þá ætla ég samt að byrja að því að það er sjálfbær nýting og sjálfbær skógrækt sem við erum í rauninni að stefna að og hvernig við komumst við alla leið með það. Og ég ætla bara að fá aftur Jón Geir og Pál og Úlf til að svara þessu spurningu. Mun ekki bara FSC og ISST gera þetta fyrir okkur? Sem sagt Íslenski skógræktarstaðallinn og FSC. Já, fyrirgefðu. Sko, ég held að gera þetta enginn fyrir ykkur. Ég held hins vegar að það sé afskaplega skynsamlegt að þið styðjist við svona kerfi og látið það leiða vinnuna áfram. En það eru íslenski skógræktendur og stofnunin sem þurfa að vinna vinnuna til þess að þetta verða veruleika sko. Það er kannski einfaldar svarið, en já, að sjálfsögðu hlýtur það að vera langskynsamlegasta leiðin vegna þess að hugtakið og viðfangsefni sjálfbærni er að mörgu leyti flókið og það hafa verið reyndar leiðir á Íslandi við að búa til fyrir aðrar atvinnugreinar einhverjar eigin kríteríur og viðmiðum sjálfbærni sem ekki hafa fylgt þessum alþjóðlega viðurkenndu leiðum, þangað eigið ekki að fara. Þið eigið að fara í þessa átt sem að nágrannaríkin hafa gert. Það er það sem að skiptir máli, en vinnan verður að vinnast innan lands. Já. Takk fyrir þetta. Kannski Úlfur, snöggt og Palli, hendur eru bara margar á lofti, ég sé alveg bara heilan helling, ég vil sjá fleiri. Þetta eru úlpunabjörn, þetta er ekki hendur. Já, jú, ég er einmitt eins og ég var að segja, nokkuð samferður að það yrði mjög gagnleg vinna að vinna að skógræktarstaðli og fara í þetta ferli sem að með FSC og bara nefna það að ástæðan fyrir því að FSC var fyrir valinu er að vottunarstofur sem að hafa eftirlit með því geta starfað alþjóðlega en PFSC vottunarstofur þyrftu að kaupa leyfi innanlands og markaðurinn er svo lítill að það myndi ekki borga sig. En við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega hvað kemur út úr svona vinnu en við vitum það þegar við byrjum að vinna þessu og klárum verkið. Ég ætla að breyta spurningunni fyrir Palla. Hann er svo vanur mér, hann veit að ég er alltaf eitthvað annað. Nú ertu orðinn skipulagsstjóri, Páll. Ekki bara lands og skógar, heldur
landsins alls. Hvað þarftu nú að laga fyrst til að þetta gangi hjá þér? Ég skildi ekki alveg spurninguna. Á ég ímynda mér að ég sé skipulagsstjóri yfir Mófattaeyjar. Já. Já, þú segir nokkuð. Ég er bara ekki svo svona. Jú, það var náttúrulega, sko, hér sem skipulagsstjóri þá hefði ég gjarnan verið að hlusta á erindi mitt aftur og fara og sko, og þetta með FSC og staðlana og vottanirnar, þetta hjálpar okkur allt í því að gera hlutina betur og það er gott að gera hlutina vel, merkilegt nokk. Það hjálpar mann á svo margan hátt og það hjálpar mann bæði á þessum tíma og í framtíðinni og það skiptir öllu máli. Hvað var hinn spurningin? Þú sagðir ekki Framsóknarflokkurinn. Nei. Nei, við skulum ekki fara í pólitík. Nú gef ég orðið í salinn og nú höfum við 10 mínútur sem eftir eru, þannig að Björn Bjarndal. Takk fyrir, gott skógafólk. Eurovision á næstunni. Það væri komin 108 stig í pottinn ef þið væri flytjendur. 12 stig á hvert ykkar. Frábær erindi. Páll, ég er í efstu tröppunum sem að þú vart að tala í morgun, afurða markaðsmál, en ég ætla að taka stifta planið undir sem er framkvæmdaleyfi. Og kannski, Jón Geir, ef ég get borið spurninguna upp, það er þannig að við heyrum meira og meira að við megum ekki planta í besta landi á Íslandi. Hvers konar vitleysa er í gangi? Er skógargeirinn hugsanlega búinn að búa til regluverk að það megi ekki fella skóga? Erum við hugsanlega komin bara vitlausum megin við borðið? Það er þannig eins og í Finnlandi, góðu vinur minn Timo Pekka-Peisa keypti jörð. Evrópusambandið gaf út að væri of mikið korn, hann tók kornagrana og breytti skó. Ég er nýlega búinn að tala við hann búinn að fella þennan skó og það er allt komið dísilolíu og það komið korn aftur. Hann þurfti einn pappír útfylla og málið var dautt. En hérna segjum við erum að planta og það má aldrei fara í kalhögg. Hugsanlega regluverkið að koma í bakið okkur. Takk. Þetta voru mjög æsandi spurningar. Hver vill bregðast við þessu? Já, ég held bara, þetta er alveg rétt. Það má náttúrulega ekki vera þannig að það sé ómögulegt að breyta skógi í skólausland ef það eru þörf á því. Og það er þetta ákvæði í lögunum mótvægisaðgerðir er í sjálfu sér ekki, það gætu komið þau mál upp að það væri í rauninni óframkvæmanlegt. Ég átta mig ekki alveg á því, til dæmis bújörð og svo framvís og eins og efirsk bújörð og við getum svo reiknað áfram. Mér finnst það bara í rauninni augljóst að þessi lög verði bara endurskoðuð eftir 10-20 ár, bara fullkomlega eðlilegt. Ég sjálfur hef séð afskaplega margt í þessum að breyta, þannig að Heyr. Auður, þú tala heiðmörk, eða ekki? Ég er svona pínu ósammála ykkur að þér séu að tala fjarræna framtíð varðandi afurðir. Ársreikningur Skógræktarfélags Reykjavíkur þá er afurðasala fyrir utan jólatré komin í fyrsta skipti í tugi milljarðar. En annars langar mér að þakka sérstaklega fyrir erindi hans Þorláks og mér langar að spyrja tveggja spurninga, annars vegar hvað er hægt að nálgast þessa rannsókn einhvers staðar, er einhvers staðar birt og hvert var hitt erindi sem þú fékkst ekki að flytja? Ég kýs að tjá mig ekki þetta seinna erindi. En það er nú töluvert mikið skrifað þetta. Það er skrifað á íslensku, er gerð skýrsla niðurstöðurnar og svo skrifuðu þau Haukur og Edda sérstakann kafla það sem fóru nánar orðin þetta voru að reyna að greina hvers vegna kom þetta svona út. Það er á heimasíðu OECD, þar eru gögnin birt og handbækurnar, allt stafrænt og svo eru gefnir út
örugglega vikulega eða meira svona smá bæklingar hitt og þetta úr þessu verkefni. Þetta var verkefni til 9 ára, átti að leggja fyrir hvert einu sinni, en þetta sló í gegn og núna orðið langtíma verkefni, þannig að við höfum aðgang að því að þróa spurningarnar og það allt saman. En stuttasvarið að á netinu, þetta allt á netinu, á heimasíðu OECD og svo eru skrifin á grunni þessara gagna fara hratt vaxandi í allar áttir. Heyriði, þá tökum við eina lokaspurningu, Aðalsteinn. Já, komið sæl, þakka ykkur öllum fyrir í dag. Ég ætla að byrja spurningun á því að vitna til íslensks stjórnmálafóringja sem sagði meðan hann var að forsætisráðherra: ég læt ekki einhverjar útlenda skammstafinni segja mig fyrir verkum. En ég svona ofta að hugsa þetta síðan, við erum búin að heyra margar skammstafinni, FSC, BFC, ESB, bara að nefna það. Við erum að fá hérna yfir okkur alveg helling af reglugerðum frá ESB sem að koma inn vegna þess að Ísland aðili að loftslagspakka ESB, rauninni hluta Evrópusambandinu gegnum loftslagspakkann, og gegnum það erum að fá miklu ítarlegri löggjöf heldur en lög skóga og skógrækt eða stefnumótunarskjalið Land og líf. Og þetta ákveðin rammi sem að við þurfum örugglega að tileinka okkur. Sumt af þessu búið að taka gildi, það búið að þýða yfir á íslensku, annað í undirbúningi. Ég var að spjalla við Jón Geir hérna fram á áðan, það stundum í vafa hvað kemur til með að verða hlut af íslenskri löggjöf. Eitt þeirra löggjöf Evrópusambandsins vistheimt eða endurheimt vistkerfa, þar sem á að endurheimta 20% af öllu á hafi og landi fyrir árið 2030, við vitum ekki alveg þetta, en svona spurning til ykkar tveggja prófessora, Jón Geir og Daði Már, þurfum við ekki að hafa þetta bak við eyrað allt saman, eða eigum við bara að halda okkur við innlendar skammstafanir? Já, sko, ég kannski bara, ef ég má þá fyrst, sko, þá eru þínar vangaveltur, það lúta því að Ísland með, EES-ríki. Við erum ekki í Evrópusambandinu, en við erum hins vegar með þetta samningssamband sem heitir Evrópska efnahagssvæðið ásamt Norðmönnum og Liechtenstein. Og það þýðir að okkur ber að innleiða í íslenskt regluverk mjög mikið af regluverki Evrópusambandsins. Og í sumum geirum raun og veru það bara allt saman, sko. En EES-samningurinn undanskilur ákveðna málaflokka. Og þeir eru allavega kannski fleiri en ég þekki til, en af því sem ég hef reynslu af að vinna í stjórnkerfinu, þá eru til dæmis málefni sjávarútvegs, málefni landbúnaðar, málefni náttúruverndar, ekki EES-tæk eins og kallað er, sko. Þannig að ef það eru regluverk á vettvangi Evrópusambandsins, að þá farið yfir hvaða málaflokkar það eru, og ef þeir eru til þessum 3 sviðum, þá falla þeir ekki að EES-samningnum og Íslandi ber þar með ekki að innleiða í sitt regluverk, sko. Það er tilskipanir eða hvað það eiginlega sem er. Hvað var það skóga, og við kannski þekkjum það aðeins svo fortíði líka Aðalsteinn, því við erum báðir menntaðir í Svíþjóð, að þegar Svíþjóð og Finnland gengu í Evrópusambandið á sínum tíma, þá settu þeir það sem ultimate kröfu að Evrópusambandið myndu ekki fjalla miðlægt málefni skóga. Þeir sögðu að landbúnaðarstefnan og sjávarútvegsstefnan hafa ekki verið farsælar fyrir atvinnuvegina, og þess vegna kunnum við skóg í þessum stóru skógarþjóðum í norðrinu og við viljum ekki láta Brussel fást við það. Og eina forsendunum. Það þýðir að hvað var það málefni skóga, eru þau ekki miðlægt viðfangsefni innan Evrópusambandsins. Það hins vegar til skógarstefna Evrópusambandsins, en hún ekki skuldbindandi á sama hátt eins og hinar atvinnugreinar stefnuna sem við erum að nefna. Það þýðir hins vegar að málefni skóga
ég veit að finnskir og sænskir embættismenn hafa stundum hugsað núna hvort þetta var rétt eða rangt að gera. Því að alveg eins og Daði nefnir og ef ég var að nefna aðeins, þá eru málefni skóga ekki bara timbar og pappír. Þau eru miklu flóknari. Það eru loftslagsmál, það eru náttúruverndarmál, það eru byggðamál og guð má vita hvað. Og þá þýðir það koma oft alls konar mál skáhalt inn í viðfangsefni skóg. Á þess að skógurinn sjálfur sé í raun og veru kannski í þessum forgrunni eins og landbúnaðurinn, landbúnaðarstefnu og sjávarstefnu, skiljum. Þannig að á þessu eru svona alls konar hliðar og það hefur verið þannig núna að Ísland hefur borið að innleiða, þú nefnir loftslagsmál, það er málaflokkur sem Ísland gerir með Evrópusambandinu á grunni EES-samningsins. Þar eru til dæmis regluverk eins og í kringum þennan svokallaða LULUCF geira sem Íslandi ber að innleiða og að sjálfsögðu mun það hafa með að gera síðan hvort að þegar það er innleitt í íslensk lög sem ég þekki bara ekki hvort þið búið að gera, hvort að það sé þá inn í lögum skóg og skógrakt eða í loftslagslög eða hvar sem það birtist. En þetta kallar að sjálfsögðu á getu sem að ég efast ekki að verði byggð upp inn í stofnunin Land og skógur og svo þó í því fagráðuneyti sem þið tilheyrið. Sko. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Ég veit að Daði er sammála öllu sem þú sagði. Með því, þá vil ég... Þakka kærlega fyrir. Sko, eitt sem Jón Geir sagði hérna áðan tekið undir og það er, ég held að heimasmíðaði staðlar sé ekki góð hugmynd og ég vil benda ykkur á að sko, hugmyndin að staðla er til að draga úr viðskiptakostnaði, þess vegna erum við allar innstungur eins því vitið, annars verður allt mjög flókið og ég held að það að heimasmíða staðla sé alls ekki góð hugmynd og miklu betri hugmynd að taka upp einhverjar erlendar skammstafanir. Ég vil samt segja eitt. Ísland er mjög lítið og geta okkar til þess að manna flókin kerfi er takmörkuð. Og ég ætla að þreyta fundarstjóra með að segja sögu. Leið og ég var búinn í doktorsnámi eins og hagfræðingar gera oft og þá fór ég að reyna að drýja tekjurnar með því að skrifa skýrslur fyrir norsk stjórnvöld af því að ég fekk fyrst vinnu í Noregi og skrifaði með ágætum kollega mínum fyrir norska landbúnaðarráðuneytið einhverja skýrslur og gerði einhverja úttektir á einhverjum ostaniðurgreiðslum og eitthvað og það var bara fínt og ágætt sko. Og svo kom ég heim og ég var fyrsti maðurinn sem hafði menntað sig í einhverju hagfræði tengd í landbúnaði í marga áratugi svo ég fór að sjálfsögðu strax að vinna ráðgjöf fyrir íslenska landbúnaðarráðuneytið. Og mín reynsla var það bil svona. Fyrir hvert fagsvið voru 3 sérfræðingar í norska landbúnaðarráðuneytinu. Á Íslandi var 1 sérfræðingur fyrir hver 3 fagsvið. Þetta hefur afleiðingar. Þetta hefur 2 konar afleiðingar. Í fyrsta lagi það þannig að fólk misjafnt. Það var engin munur á mannauðnum í Noregi og Íslandi. Bara fínasta fólk að jafnaði. En ef einhver var ekki nógu góður, þá þýddi það í Noregi þá þýddi það ekki neitt. Vegna þess að voru 2 aðrir sem voru að vinna með honum og pössuðu upp á hann gerði enga stórkostlega glóríu. Á Íslandi voru 3 fagsvið ónýtt. Hin afleiðingi var að Íslendingarnir voru aldrei eins mikli sérfræðingar eins og Norðmenn. Af því að þeir urðu að vera, þið vitið, svona svissneskur hnífur og geta allan fjandann og ekkert að því sérstaklega vel, ekki vegna þess að þeir voru ekki góðir, heldur bara vegna þess að þeir gátu ekki sérhæft sig. Og við einhvern veginn tökum aldrei alveg afleiðingarnar af þessu. Það sem ég er raunverulega að segja, staðla eigum að taka utan, reglur eigum að reyna að semja heima eins og við getum og við eigum að hafa þær eins einfaldar eins og mögulegt er. Ég hef setið á Alþingi sem varaþingmaður. Ég get sagt ykkur að það er útbreitt ofmat í þeirri stofnun á gagnsemi lagasetningar og vanmat á kostnaði lagasetningar. Og þess vegna eigum við að reyna að stuðla því og vinna með atvinnuvegunum að halda regluverkinu eins einföldu eins og nokkur kostur er. Banna eins fátt eins og við þurfum og hafa eins fáa í eftirliti eins og nokkur kostur er. Annars verður þetta aldrei business. Við klöppum fyrir þessu. Og svo hættum við að klappa og svo klöppum við aftur fyrir formannendum. Kæra þakkir fyrir. Þá eru pallumræðunum lokið. Já, förum við bara. Ég ætla að bjóða Ragnhildi Freysteinsdóttur velkomna upp á svið að
afhenda hvatningarverðlaun skógræktar. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, kæru félagar. Fyrir það sem hafa líklega ekki mist, það er mjög líklega líkur að þið hafi mist af auglýsingum öllu fyrir hvatningarverðlaun skógræktar, en svona smá forsaga. Á aðalfundi Skógræktarfélags Íslands var samþykkt ályktun sem beint var til stjórnar félagsins að byrja að veita hvatningarverðlaun skógræktar til einstaklinga eða hópa sem unnið hefðu óeigingjarnt þarf í stágu skógræktar á Íslandi. Ályktuninni var nú beint til þess að þetta yrði gert á aðalfundum Skógræktarfélags Íslands, en umræður svona innan félagsins hjá okkur leitum til þess að það var ákveðið að úr því við eigum þennan dásamlega dag sem heitir alþjóðlegur dagur skóga, þá væri það mjög gott tækifæri til þess að veita þessi verðlaun. Og það var sett á fót nefnd, og eins og með ýmislegt sem er sett í nefnd, það tók svolítinn tíma að fullmóta þetta allt saman. Þannig að við náðum nú ekki að veita verðlaunin á alþjóðlegum degi skóga árið eftir að þessi ályktun var samþykkt, semst í fyrra. Að því við vildum nú gera þetta vel, við vildum móta þetta vel og vera búin að vinna ákveðna vinnu, svona hvaða viðmið ætti að nota og hvað ætti að veita verðlaun og fleira ýmislegt. Og við vorum þrjú sem voru sett í þessa vinnunemnd, ég fyrir hönd Skógræktarfélags Íslands, hún Hrefna fyrir hönd Skógræktarinnar sem þá núna Land og skógur núna í framhaldinu, og svo hann Hlynur sem ætlar svo að koma á eftir og vera blómastúlka hjá mér fyrir hönd Bændasamtakanna. Og við ákváðum að kalla eftir tilnefningum til verðlaunanna, og svo var ákveðið að við myndum velja úr þeim tilnefningum og setja því almenna kosningu. Ástæðan fyrir því var einföld að með því þá gátum við rauninni veitt athygli fleirum heldur en bara þeim sem fengu verðlaunin. Það eru þá þessi þrír sem eru til í vali sem hægt að hampa svolítið, og svo náttúrulega eins og allir sem hafa hort á Eurovision vita, þá nú oft munur á niðurstöðum dómnefndar og símakosningu. Þannig að við auglýstum núna í febrúar eftir tilnefningum, reyndum alveg blint í sjóðum með það hvað við fengum margar, en það komum sem tilnefningar að 24 mismunandi aðilum, þannig að við höfðum nú úr vöndu að ráða, og þetta var bara, ég skal bara segja það fyrir hönd nefndar, þetta var alls ekki auðvelt val að velja þessa þrjá aðila sem fóru í kosningu. En á endanum þá voru 3 aðilar valdir, og það voru þeir Sigurður Arnarsson fyrir fróðleg og fjölbreytt skrif sín skóga, Valdóskólinn fyrir samþættingu skógræktar við skólastarfið hjá sér, og svo þeir félagar Steinar Björgvinsson og Árni Þórhallsson fyrir fræðslu og uppbygging útivistarskóga. Ég held að flestir hér inni þekki nú alveg alla þessa aðila að einhverju leyti. Það fór svo í gang kosning í febrúar sem lauk í mars. Það var okkur sem stóðum að þessu, það var mjög gaman að fylgjast með kosningunni, því við gátum fylgt með alveg dag frá degi hvernig atkvæðin tekuð inn. Miklar sveiflur í gangi inn á milli og mjög spennandi, og hann Hlynur tók saman myndband sem sýnir hvernig þetta þróaðist í gegnum tíman, og það var mjög áhugavert að fylgjast með því, og þú ætlar að setja myndbandið í gang. Já. Hvað gerði þig? Rúlar þetta ekki? Já, þetta rétt. Já.
Og ég vil nú biðja Sigga að koma hér upp og veita fyrstu hvatningarverðlaunum skógræktar viðtöku. Og í verðlaun þessi fallega skál, svona skógarmannaskál eiginlega, sem Sigurður fær til eignar. Hugmyndin semst að við erum svolítið í leiðinni að sýna fram á hvaða aðra hluti hægt að gera úr íslenska efnivinnum heldur en bara borð og bekki. Það gaman svolítið frá því að segja að þessi skál semst að unnin úr grísinu við úr tré ársins 2006 sem Gráösp í Hafnarfirði, sem Sigurður ánum vissar rætur til. Þannig að hér og svo hér svona formlegt viðurkenningaskjal og bara til hamingju með þetta. Og nú vil ég Hlynur blómastúlka koma með blómvöndin sem að sjálfsögðu í formi trjáplöntu. Já. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir. Mér fannst heilmikill heiður að vera tilnefndur leið og Árni og þeir félagar úr Hafnarfirði og ég veit að hún Hólmfríður Finnbogadóttir hefur verið mjög stolt að sjá 3 Hafnfirðinga í boði. Það gleður mig vissulega, en ég vil líka segja að þessa pistla að ég hefði aldrei gert þá alla nema vegna þess að ég fæ aðstoð frá fullt af fólki sem lána með myndir og gefur mér upplýsingar og ég held að það sé á engan halla þó ég nefni þar sérstaklega Helga Þórsson og bara takk fyrir öll sumar. Og það stefnt að því að gera þetta árvissum viðburði þannig að þeir megi strax byrja að leggja heilan í bleyti hvert þeir vilji tilnefna til hvatningarverðlauna ársins 2025 og svo vil ég svona lokin þakka þeim í Sólskógum sem styrktu verðlauna þessu sinni og gáfu þessa fallega plöntu og fjármögnu verðlaunir og annað. Þannig að bara kæra þakkir til Katrín og þeirri Sólskógum. Hún svo næst í pontu þannig að ég bara heilsa henni á leiðinni. Við mætist bara á leiðinni ég niður og hún upp í pontu. Takk fyrir þetta og til hamingju Sigurður. Þá komið að Katrín Ásgrímsdóttir, hún ætlar að kynna fyrir okkur vettvangsferðina. Gjörðu svo vel, Katrín. Brynjar. Kom þetta ekki inn? Pétur, hann býr ekki hérna. Var það ekki hérna? Já, komið þið bara blessuð, kæru vinir og samstarfsfélagar. Mér langar að byrja á að segja að þessi planta sem að Siggi tók hérna við, hún Alaska Cyprus sem af tré sem í garði við hús, fyrir skógræktarfélagshús í Kjarnaskógi og mjög flott og skemmtileg planta og bara tenging við skóginn.
Kjarnaskóg sem að Siggi hefur sýnt svo mikinn hlýhug alltaf. En mitt erindi náttúrulega bara svona taktur inn í ferðina á eftir. Við erum náttúrulega mjög glöð að fá að taka á móti ykkur og það náttúrulega áskorun að taka á móti svona stórum hópi. Gróðrarstöðin Sólskógar 35 ára gamalt fyrirtæki, stofnað austur á Héraði, þar rákum við gróðrarstöð til 2015, en hér á Akureyri höfum við verið síðan 2007. Og við erum í grunninn til, vorum við garðplöntustöð, byrjuðum sem slík, fyrst bara með trjáplöntur og svo bættu sumarblómin við og 2003 byrjum við aðeins að vinna í skógarplöntum. En ég hafði reyndar áður unnið á Hallormsstað. Þannig að við erum gaman reynd í þessum bransa. Við segjum oft að við séum gróðrarstöðin í skóginum. Gróðrarstöðin í Kjarna byggir á mjög gömlum merg. Skógræktarfélagið stofnaði þar gróðrarstöð 1947 og allur Kjarnaskógur á uppruna sinn í þessari gróðrarstöð. Og margt annað náttúrulega hér í nágrenninu og víðar. Þannig að við erum mjög stolt af því að fá að byggja á þessum gamla, góða, sterka grunni. Og eitt af því dýrmætasta sem við fengum þegar við komum þarna var viðskiptavild. Því að það ótal manneskjur á Akureyri sem hafa komið að því að koma upp Kjarnaskógi. Mikið af fólki, krökkum sem komu þar á unnu og að því að hér var verið að tala menntun og tengsl fólks við náttúruna, að þá finnum við það mjög hvað það ríkt á Akureyri. Við erum náttúrulega í kringum hrunið, þá vorum við svona 50-50 garðplöntustöð og skógarplöntustöð, en skógarplöntuparturinn hefur vaxið hratt núna og að vaxa hjá okkur og það það sem við ætlum að fara að skoða, hvernig það að vaxa upp og á hvaða grunni. Við erum í dag með gróðurhúsapláss í skógarplöntunum upp á 5.700 fermetra og garðplönturnar eru með einhverjar 1.500 fermetra. En plönin okkar, úti ræktunarplönin, eru í dag 11.000 fermetrar, en við erum að taka sín í notkun í sumar 9.000 fermetra í viðbót. Þannig að þið sjáið að við erum að færa okkur og breyta ræktuninni mikið og það eru útisvæðin sem verða aðalmálið. Og af hverju það? Jú, við erum að færa okkur yfir í að rækta, að sá í smá hólf. Þar með getum við gert mjög mikið á stuttum tíma inn í gróðurhúsunum. Og eitt af því sem ég ætla að leyfa ykkur að upplifa eftir, ég veit að flestir eru mest spenntir fyrir að sjá róbotinn og sjá það í gangi og það verður gert. En við ætlum líka að leyfa ykkur að stíga inn í gróðurhús, það sem að spíra, vakna til lífsins nýtt líf. Og það upplifun, þó ég geti því miður ekki mikið sýnt ykkur þar, því að fræið bara onni í moldinni en þá ekki mikið komið upp. En það ákveðin tilfinning að vera inn í húsi og það eru 3 milljónir trjáa að vakna til lífsins þar. Það bara að anda því að sér og vita að þarna upphafið og að því að við erum líka að tala um framtíðina, að þarna hvað það mikilvægt að þetta gangi allt vel og við biðjum náttúrulega þess að þessar plöntur verði allar trén í skóginum okkar og græða upp landið. Við höfum verið núna síðustu 2 árin, sem 22-23 og núna 24, í stóru fjárfestingaverkefni sem uppbygging á vinnuaðstöðu og vélasal. Við höfum verið að bæta keðjuna í sáningakeðjun okkar og bæta inn þessum umplöntunarróbót sem færir þá plönturnar úr litlu hólfunum yfir í stærri hólf. Og við fáum að sjá eftir þetta í aksjón. Við erum búin að erum í gangi að umplanta núna og þið sem sagt getið komið og séð þetta þar. Þetta mun ganga þannig fyrir sig upp frá að því að við erum svo mörg hérna, þá þarf ég að skipta ykkur í 4 hópa. Og aðalega til þess að við getum náð að skoða, þú veist, ég get ekki verið með svo stóran hóp inn í einu í skemmunni, það dálítið þröngt í kringum vélarnar. Og það verður sem sagt farið inn í vélasalinn, 1/4 af hópnum og þar verður bara róbotinn í gangi og þið verður að vera svolítið lipur með það að leyfa hópnum að hreyfast
Það verða þá einhverjir 30 þarna inni og allir fái að skoða. Hann verður kannski í gangi í 10 mínútur eða svo, þannig að það ætti alveg að vera nógu tími fyrir alla og þá verður hann stoppaður og þið getið spurt aðeins. Það verða 3 aðilar þarna inni sem hægt líka að spjalla við meðan þetta í gangi og spurja. Það Ásgeir Þór sem okkar aðalmaður í vélunum og Guðmundur Gíslason sem líka vinnur við vélarnar og við afhendingu plantna og Marek sem okkar ræktunarstjóri. Þeir verða þarna inni. Einn hópurinn fer með Álfsól, Lind sem ætlar að labba og sýna okkur inn í gróðurhús meðal annars þar sem eru plöntur sem nýbúið að prikla og svona aðeins sýna ykkur yfir svæðið aðeins. Síðan ætla ég að vera inn í þessu gróðurhúsi og taka á móti 2 hópum í einu af því að það meira pláss og segja ykkur bara aðeins frá ræktunarferlunum og þeim breytingum í ræktun sem verða. Því að þó það sé flókið að taka við vélum, þá það eiginlega ennþá meiri áskorun að rækta plönturnar á réttan hátt inn í þetta. Og það við erum að breyta allri okkar ræktun. Og þegar maður búinn að gera rækt þetta á sama hátt í fjölda ár og það svo að breyta öllu, þá það áskorun og vissulega verða líka mistök og það gengur ekki allt upp. En vonandi með hjálp ykkar allra þá tekst þetta að lokum að búa til plöntur sem eru hæfar og góðar inn í íslenskt umhverfi. Og þetta verða semst 4 hópar. Ykkur verður skipt upp í rútunni. Það verða 4 hópstjórar. Það verður Brynjar. Já. Ha. Já. Þið ákveðið. Já. Og hópur 1 fer fyrst inn í skemmuna í róbotinn, hópur 2 fer fyrst með Álfsól og hópur 3 og 4 kemur upp í gróðurhús til mín og síðan síðan verður hópur 1 rekinn út úr skemmunni og hópur 2 kemur inn. Og svo líka náttúrulega veitingasvæðið þarna og þar stoppa menn bara í millitíðinni. Þetta verður frekar frjálslegt þannig séð og sumir nenna kannski ekki að skoða neitt og fá sér bara sandagrósbyrði. Það líka allt í lagi. En ég hlakka bara til að fá ykkur og ætla ekki að segja meira því ég geti spurt meira frá. Takk ykkur fyrir.